Og risastórt stig gegn Frökkum hlýtur að vera svolítið. Já, auðvitað. Við erum stoltir að hafa náð í stig og já, við lögðum upp með að ná í stig í þessum leik, þannig að já, bara stolt af liðinu sko. Hvernig, bara svona getur lagt fingur á, hvernig fór íslenska liðið að ná stigi gegn Frökkum? Bara vorum mjög þéttir og við náttúrulega lögðumst langt niður á völlinn en já, bara náðum að skora 2 mörk og náðum svo að grenda einn stigi í lokin sko. Erum yfir í hálfleik, missum þetta síðan niður, hversu sterkt var bara að ná að svara strax? Það var mjög mikilvægt. Mér varst að droppa kannski aðeins eftir skoru og það var svolítið momentum með þeim en síðan náðum að skora og náðum að loka leiknum, þannig að bara mjög mikilvægt. Hvernig var svona tilfinningin á vellinum að ná að máta sig við bestu leikmenn heims? Bara mjög góð og já, bara gaman að fá kallið í svona stórum leik og vonandi að fólk sá að maður geti spila á móti svona leikmennum, þannig að það er bara gaman sko. Þannig svona framhaldi, þetta stig getur þýtt heilmikið þegar botninu kom? Já, það getur gert það og vonandi í nóvember þegar ságluggi er búinn þá náum við í þetta annarsæti sem við erum að reyna að elta, þannig að það getur orðið mikilvægt stig. Svona kannski fyrir þennan leik, hvernig svona var að gíra sig upp eftir Úkraínu? Það var ekkert erfitt. Þetta mæti einni bestu þjóð í heimi og allir vilja spila svona leik, þannig að það var ekki erfitt að gíra sig í svona leik. Hvernig var bara að horfa á þessa loka mínútu frá bekknum? Það var smá erfitt sko og já, en strákarnir lokuðu þessu, þannig að það var sætt í lokin að ná í stig. Svolítið stuðningin hér í dag, auðvitað annar leikur Rauða sem var fullu Laugardalsvöllur, hvernig var bara fílað þetta? Já, bara elska það og já, það væri bara ekki að gefa fólk myndi mæta og fylla völlin í hvert skipti, þannig að þetta er bara ógeðslega gaman. Takk fyrir það.